Já, Elisabeth, þú varst að ljúka við 50 km hlaupið í Henglinum. Þú ert náttúrulega hokin að reynslu, búin að hlaupa margfald þessa vegalengd. Hvernig var þetta í dag? Það var bara æðislegt. Það var bara frábær dagur, fallegur dagur og margir hlauparar í brautinni sem gera þetta alltaf skemmtilegra. Og ég kom bara sjálf mér óvart. Fór þetta bara frekar þægilega en svona þétt á köflum uppbrekkur og náðu bara að halda sama. Já, frekar jöfnunni allan tíman, þannig að mér leiði bara mjög vel. Já, þú ert búin að fara þetta áður, er það ekki Hengilinn, sko? Jó, ég er búin að fara 50 km hlaupið áður, svo þegar var 80 þá fórum við einu sinni og svo fórum við 100 þannig að 2017 þegar það var fyrst aftur. Og þetta var allt önnur upplifun af því að þetta er alltaf önnur ástíð núna. Já. Og já, eftir sem að ekki leiðina betur því auðvitað er þetta. Já. En svona, þú veist, þessi löngu hlaup hérna á Íslandi, eru þau eitthvað frábrugðin löngu hlaupunum erlendis? Mér fannst þetta alveg á pari við það að vera í flottu erlendi hlaupi. Já. Algjörlega. Ok. Kannski aðeins færi þáttakendur en ef maður fær góða samkeppni þá er það náttúrulega rosalega skemmtilegt. Já. Nú eru þið með hérna Mount Esja hlaupið, bara eftir hvað? 2 vikur? 2 vikur, það er góð uppbytun fyrir það. Ja, fín uppbytun fyrir það. Við getum lært ýmislegt hér. Já, það er slatt af fólki skráðið það. Já, það kemur alltaf svona síðustu vikuna. Já, ef ekki bara vona að verið svona veður líka þá? Jú. Já. Vona að verið svona veður og það er alveg metþátttaka í maraþoninu. Já. Það er náttúrulega mjög skemmtilegt. Já. Svo erum við með nýja vegalengd sem er bara ein ferð upp á steini. Já. Og við hvetjum fólk til að prófa það. Ok, frábært, heyrðu, takk fyrir þetta.